þetta þarf að koma svona, þetta kom ekki alveg svona áðan, en nú gerum við þetta aftur. 1, 2, 3 og... Við litum inn á miðvikudagsæfingu hjá karlakórnum Drífanda, þar sem kórdrengirnir voru að æfa fyrir fullveldistónleika undir styrkri stjórn Drífu Sigurðardóttur kórstjóra. Já, Drífandi, hann var til 2002. Átti ekkert að verða til. Það var hérna nokkri kallar sem þeir voru beðnir, 8 stykki minni mig, að syngja á árshátíð hjá Harmoniku, félagi Fljótsdalshérað, eða Héraðsbúa sem þá hétt. Og og fengu mig til að spila undir. Og svo bara var svo ægilegur hugur í þeim að þeir vildi ekki hætta. Og það sama ár bættist aðeins, ég held að það komið 4 eða 5 í viðbót, þannig að þeir eru 12 eða 13 og við sungum upp í Skriðdal á síðasta vetrardag, eins og við gerðum svo í mörg ár þar á eftir. En þetta átti aldrei að vera neitt kór og ég ætlaði ég kunni ekkert í kórstjórn eða einu, en svona æxlaðist þetta og við erum hérna ennþá, 2018. Flestir hafa kórfélagarnir verið 30, en í dag segir Drífa þá 23. Þú hefur ílengst í þessu núna í 16-17 ár. Já. Þannig að þetta getur ekki verið svo slæmt. Nei, þetta alls ekki slæmt. Þetta mjög skemmtileg kallar og afar góðir og meðfærilegir. Bara mjög gaman, já, alveg. Dásamlegir. Og Drífa ekki svo eina sem hefur verið með frá byrjun. Við spjöllum við þá Sigurð Gylfa, Gunnar og Guðlaug, en til gamans má geta að Sigurður Gylfi pabbi Drífu og þeir eru allir fellamenn. Strákar, þið hafi verið í kórnum Drífanda frá stofnun. Eitthvað svona sem eftirminnilegra en annað á þessum tíma? Já, það ekki utanlandsferðirna til dæmis? Póllandsferðin var. Pólland og Kanada, Íslendingadagurinn í Kanada. Það svona stendur upp úr held ég, á mér að dag. Já, ég tala alveg tvímælalaust. Hvernig lýsa þessa kórferðir sér? Í þessum tveimur sem við vorum að nefna núna, þar vorum við svona formlega að syngja svona alveg tónleikum, bæði að koma fram á Íslingadeginum, það er bara ævintýri. Og Pólland, það svona öðruvísi. Svo hefur við farið svona styttri verðar bara. Hljómar ekki illa að ætli starfið hafi breyst frá stofnun kórsins? Nei, ekkert svona verulega finnst mér. Þetta svona, við erum á æfingum einu sinni í viku yfirleitt. Já, þetta svona verið föstum skorðum hjá okkur bara. Misjafnlega föstum en svona nokkuð reglubund einu sinni í viku. Við erum ekki oftar en það, þannig að við fáum aldrei leið á þessu, held ég. Og það er eitt og annað í pípunum, en árið 2021 mun kórinn halda karlakóramót, svo kallað Heklumót, og mun þá fá í heimsókn til sín kóra af öllu landinu. Það eru svo nokkri fasti punktar í starfsemi kórsins. Þannig eru tónleikar bæði fyrsta vetrardag sem og á vorin. En hvernig er það? Syngur karlakórinn Drífandi hvaða lög sem er, eða lög sérstök áhersla á eitthvað sérstakt? Fyrstu árin voru áhersla á svona lög hérna eftir austfirska höfunda. Sérstaklega lög þá og jafnvel texta líka. Eins og lagið sem við sungum hérna áðan í upphafi, Kona sem kyndir ofninn minn. Það lag er eftir Vilhjálm Einarsson, rektor, fyrirverandi rektor. En það svo hefur náttúrulega bara blandast inn í kórinn eftir því sem hann öldist. Svona kallrembulög eins og ég segi. Eins og við erum að æfa núna fyrir laugardaginn. Þetta eru ekta svona kall, eða þetta er bara ættjarðarlög, alvöru lög. Þannig að við syngjum allt, dægurlög og við höfum sungið Vill að vill. Við erum með tónleika bara með lögum sem hann gerði vinsæl og alls konar. Já, alls konar segir hún. Að lokum langar mig að vita hvaða kröfur Drífa gerir til þeirra sem hafa áhuga á að ganga í kórinn. Það er hérna bara, hafi áhuga á svona söng. Já, ekki verða þið geti sungið. Það er náttúrulega bara alls ekki. Og þetta er skemmtilegur hópur, þú sér, þeir eru allir brosandi núna. Flestir hérna. Þannig að við tökum fagnandi hverjum þeim sem vill vera með. Við brugðum okkur með kórnum á fullveldistónleikana á Eskifirði, þar sem hann kom fram ásamt karlakórnum Jökli og Ármönnum við undirleik nýstofnarar Sinfóníuhljómsveitar Austurlands. Við þökkum fyrir okkur í kvöld. Góðar stundir.